Fyrir sæl Emilía og velkomin hingað til okkar í þáttinn. Takk fyrir það. Ég hef aðeins verið að fylgjast með námskeiðum sem þú ert að halda í endurmenntun hjá Háskóla Íslands. Já. Þau hafa vakið áhuga minn. Já. Þú ert þar að fara yfir ýmislegt sem tengist heimili og hönnun. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu námskeiðum? Já, það við náttúrulega flest öll höfum áhuga á náttúrulega að gera heimili okkar á þeim greiðastað og því sem við viljum hafa það. Já. Og ég byrjaði á að halda heimili og hönnun og þá það bara grunnhugtök hönnunar sem viðkemur heimilinu í rauninni. Já. Og tengi það alltaf öllu sem viðkemur heimilinu. Já. Síðan höfum við bætt við flóruna og þá það bara kvöldstund og þá tala ég um stofuna, eldhúsið, svefnherbergið. Og þegar ég hugsa um svefnherbergið, hvað á ég að tala 3 klukkutíma um svefnherbergið? En þetta var eina námskeiðið sem ég fór yfir á tíma. Það alveg þessi hugtök, það sem mismunandi líka þarfirnar sem eru á heimilinu. Já, sem dæmi eins og svefnherbergi. Hvað þarf maður að huga þegar maður er að hanna svefnherbergi? Það þarf náttúrulega það þarf að hugsa um loftununa, það þarf að vera góð gæði í loftun og það þarf að vera góð lýsing og það viðkemur öllu, sem sagt náttúrulega heimilinu, lýsingin alveg framkallar heimilið og þá þarf maður að hafa mismunandi lýsingu. Þannig að það er ekki bara ein lýsing. Og síðan það litir hafa mikil áhrif og skipulag, uppröðun og þannig að þetta er oft svona sömu þættirnir en þeir auðvitað náttúrulega mismunandi hvað eru veigamiklir í hverju herbergi fyrir sig. Í hverju rými. Já. Svo ertu líka eins og nefndir, þú ert með líka eins og fyrir eldhúsrýmið og þar náttúrulega slær yfirleitt hjarta heimilisins. Algjörlega. Já. Ég finni það að það skiptir svo miklu máli líka það að hafa rýmin þannig skipulagið og flæði náttúrulega, þannig að vinnuflæðið sé gott og eins uppröðun á húsgögnum að það sé auðvelt að taka á móti. Nú er ég með 4 börn og ég gerði mitt eldhúsið upp hjá mér og ég er svo glöð með það að það er ekkert mál að fá bara 20 manns inn og fá halda í gott partí og síðan er líka huggulegt að sitja bara 2 við kaffibóllana á laugardagsmótunum. Þannig að það þarf að vera svona haldið utan um hann því að lífið er svo, það er svona flóð og fjara. Það fjarar út og kemur inn fullt af þannig að það er svo mikilvægt að það létti undir með manni. Maður sé ekki að flækja líf sitt með einhverjum húsgögnum og að hlaupa í kringum eitthvað. Já. Heldur finnst mér náttúrulega að húsgögnin eigi að þjóna manni og veita manni stuðning. Og eins og núna í janúar allir að tala um heilsu. Að heimili getur líka ýtt undir það. Það var heilsu þættir. Elskaru og það mikil, finnst þið gott að hlusta á tónlist? Já. Þá gerurðu því svolítið hátt undir höfði á heimilinu, að það sé auðvelt að hlusta á vínilinn eða hvaða veiti er innblástur. Þannig að það skiptir máli að maður sé svona svolítið líka að skapa fyrir sjálfan sig, ekki endilega fylgjast bara eftir nýjustu tísku þó að það sé fallegt. Að það sé líka bara að maður raði þessum hlutum sem maður á fallegan hátt og þannig að þess vegna þarf maður líka að skilja hvað fer saman og hvað ekki. Akkurat, því að heimili það er náttúrulega griðastaðurinn og þar er það nákvæmlega sem lýsir þeirri persónum eða þeim persónum sem þar búa. Algjörlega. Já. En þessi námskeið eru í Háskóla Íslands, hjá endurmenntun og fólk getur séð það ekki bara á heimasíðunni hjá þeim. Þeir eru með mjög fína heimasíðu og bæklinga um það og það er alveg það eru margvísleg námskeið sem ég mun halda núna í vor. Frábært, kæra þakki fyrir komuna og ég hlakka til að fylgjast með. Já, takk fyrir að fá mig.